Sælt veri fólkið og velkomin með mér í enn einar glettuðar að austan. Að þessu sinni hefjum við leikinn hér á Fáskrúðsfirði, svo til tungubrjótur, betra að vanda sig. En fróðir menn segja mér að nafnið sé komið frá eyjunni Skrúði, sem hérna við fjarðarminnið og upphaflega hafi þetta verið hugsað frá Skrúði. En í dag segjum við bara Fáskrúðsfjörður. Nú, aðal atvinnufyrirtæki hér á staðnum, reyndar hryggjarstykkið í atvinnulífinu er loðnuvinnslan. Nú, loðnuvinnslan hér í Fáskrúðsfirði, hún er að stærstum hluta í eigu kaupfélags Fáskrúðsfjarðar og það er ekki mörg byggðarlög á Íslandi í dag sem státa af svo sterku kaupfélagi. Nú, fyrirtæki rekur hérna bæði fiskimjölsverksmiðju og svo frystihús og á enn einum staðnum er fryst loðna þegar hún fer svo að gefa sig. Nú, nýráðinn framkvæmdastjóri hér er Friðrik Guðmundsson. Hann var áður árabil með fiskvinnslu á Vopnafirði, fluttur svo síðan suður en er aftur kominn austur og kann vel við sig á staðnum. Bæði ég og kona mín eru héðan austan. Ég frá Breiðdalsvík og hún af Héraði. Og þegar þetta raunverulega bauðst að þá var mjög erfitt fyrir mig að segja nei. Þannig að niðurstaðan var að þetta er náttúrulega í fyrsta lagi mjög áhugavert fyrirtæki, gott fyrirtæki sem auðvitað ég þekki, sem ég hef verið stjórnarformaður hér í 8 ár. Við erum með svona á bilinu 140-150 manns í vinnu og hér á Fáskrúðsfirði búa 710 manns. Þannig að það gefur auga leið að við erum langstærsti atvinnurekandinn. Hér hefur sem betur fer haldist afskaplega vel á málum eins og margir þekkja. Forveri minn var búinn að vera hér í 38 ár og skilaði hér ákaflega góðu búi. Það er alltaf sóknarfæri, þetta er bara eins og spil að vissan hátt. Það er alltaf sóknarfæri og það má alltaf gera hlutina betur og við höfum sem betur fyrir mjög gott fólk. Bæði til lands og sjávar, það skiptir öllu máli til að efla félagið enn frekar. Við gerðum út 2 skip, annars vegar Ljósafellið sem sér bolfiskinn og hins vegar Hoffellið sem er meira í uppsjávarveiðum. Einhver endurnýjun í skipastóli framöndan? Nei, við höfum svo sem ekkert verið endilega að horfa á það. Það getur alveg komið til en við höfum notað síðustu misserin raunverulega bara verið að efla okkur í kvóta og þá fyrst og fremst bolfiskkvóta til að nýta okkar fastafjármuni betur. Nú var kannski Fáskrúðsfjörður líkt og hinir fyrirtækin hérna í kring. Það var svolítið svona vertíðarstemning, það var mikið að gera ákveðin tíma ársins og minna að gera þess á milli og þá þurftu menn að leita annað, jafnvel á vertíðir allar leið suður á land. Svona í kringum 70 verða hér ákveðin kaflarskil ekki rétt þegar þið kaupið Ljósafellið. Það voru keyptir 2 togarar og 1 frystihús. Það hlýtur að hafa verið afskaplega myndarlegu biti en allt saman tókst þetta nú. Og það var til þess að fólk hafði jafna vinnu sumar og vetur. En áður voru menn að fara til Hornafjarðar og Grindavíkur á vertíð eins og þótti bara eðlilegt í þá daga. Nú hafið þið gert fróðlega heimildarmynd þessi ár, einmitt upphafsárin af togaraútgerðin og uppbyggingun á frystihúsinu. Hefur að kíkja þess á hana? Já. Fróðleg smóla? Já. Eftir að síldin hvarf í lok 7. áratugarins þrengdi víða að í íslenskum sjávarplássum. Fáskrúðsfjörður var engin undantekning í þeim efnum. Atvinnulífið var fremur rólegt og einhæft á staðnum. Trilluútgerð var það sem einna helst gaf tekjur í plássinu. Bátasmíðastöð var einnig rekin á Fáskrúðsfirði og var reksturinn þokkalega blómlegur.
Þar voru þó smíðaðir frekar smáir og afkastalitlir trébátar. Síldarplönin stóðu auð og nótaskipin lágu bundin við kajan. En kaupfélagið gerði út 2 báta, Hoffell og Sigurvon. Þá rak það lítið frystihús, verslun, fiskimjölsverksmiðju, vélaverkstæði, sláturhús og saltfiskverkun. En fjárhagsstaða kaupfélagsins var afar bágborin á þessum árum og má segja að félagið hafi allan 8. áratuginn vart verið fjárhagslega sjálfstætt. 1971 þá byggðasjóður settur á stofn, eða byggðastofnun og sett í gang hraðfrystahúsa áætlun og þá fara mörg fyrirtæki að byggja frystihús í kringum landið og það var ákveðið þess vegna að byrja á Fáskrúðsfirði að byggja frystihús. Við áttum bara þarna gamalt hús og það byrjaði á því þarna 1972. Á þessum tíma voru svokallaðir skuttogarar farnir að ryðja sér til rúms og mörg íslensk fyrirtæki höfðu keypt slík skip. Kaupfélagið var farið að huga að kaupum á togara sem ætti að afla hráefnis fyrir hið nýja frystihús sem var byrjað að byggja. Á sama tíma skapaðist möguleiki á að fá togara frá Japan og tekin var ákvörðun að hann skyldi keyptur. Það þurfti sannarlega stór hug til að ráðast í slíka framkvæmd eins og högum félagsins var háttað. En þáverandi kaupfélagsstjóri Páll Jónsson og stjórn félagsins gerðu sér ljóst að höfuðnauðsyn var að tryggja hráefni og ljóst var að ef ekki yrði ráðist í þessa framkvæmd myndi að öllum líkindum skapast neyðarástand í plássinu. Á hinn nýja togara hafði þegar verið ráðinn skipstjóri en það var Guðmundur Ísleifur Gíslason, reynslumikill skipstjóri frá Eskifirði og varð hans fyrsta verkefni að fara ásamt útgerðarstjóranum og nokkrum væntanlegum áhafnameðlimum til Japans að sækja skipið. Þetta var voðaleg ferð, þannig hérna. Þetta var svo langur tími, við vorum í 14 klukkutíma á flugi. Í Narasaki Shipbuilding skipasmíðastöðinni í Muroran í Japan var togarinn nýi kominn á flot og svo gott sem tilbúinn þegar hópurinn kom þangað út í byrjun apríl árið 1973. Frá Japan lá leið skipsins yfir Kyrrahafið með viðkomu á Hawaii þar sem skipið átti stutt stopp. Þaðan var svo siglt yfir til Mið-Ameríku og í gegnum Panamaskurðinn sem leið lá inn á Karabíska hafið. Ferðin sóttist vel, engin vandamál komu upp á leiðinni og nýja skipið virkaði vel að öllu leyti. Okkur leið rosa vel í þér, rosa vel í þér. Það var bara láta reitt, það var þrúandi hitinn Mennin sem voru náttúrulega ákveðni menn sem gengu sína vakt og kláruðu hann og maður vissi að maður var þarna. Svo fór maður út að glápa náttúrulega á hafið og það allt sem því fylgdi. Það var mikið að sjá, geysilega mikið. Allir flugfiskarnir, dekkið var hálffullt af flugfiski. Maður sá það að koma svona tilsýndar torfu, það var eins og síldartorfa. Svo allt í einu þá fór hún neður og síðan kom hún og þá yfir skipið. Þann 31. maí 1973 kom Ljósafell SU svo loks til heimahafnar á Fáskrúðsfirði í fyrsta sinn og fékk afar góðar móttökur. Bæjarbúar voru spenntir að fá að sjá þetta nýja og glæsilega skip og ríkti hálfgerð þjóðhátíðastemning í bænum. Það var alveg meiri hátta. Allir glöddust maður. Þetta skip var að koma til að færa Björg í bú.
það var það sönnu. Á þessum tíma voru smíðaðir 10 skuttogarar fyrir Íslendinga í Japan og var Ljósafell sá 9. í röðinni. Fyrstu árin fiskaði Ljósafellið mjög vel og nýja frystihúsið sem var tekið í notkun árið 1976 þótti mjög öflugt og nýtískulegt. Það kom strax í ljós hvað voru miklu svona, hvað var betri vinnuaðstaða og þetta var hérna sko, hvað þetta var miklu öflugri svona tæki til þess að afla hráefnis fyrir eins og þessar fabrikur sem hérna frystihúsi sko. Þegar ég byrjaði þá voru 2 skuttogarar og þeir landa kannski, þeir voru að landa upp í það sko 120-30 tonnum 2 vikulega sko, sem eru 260 tonn sko, en núna allt bara pakkað með 100 tonna varmi sko. Þetta voru góða tekjur á þessu, reglulega góða tekjur. Menn bara, og sömu mennirnir og þetta var náttúrulega alveg sérstaklega góð afkoma. Eftir það að Ljósafellið komið og síðan Hoffellið í kjölfarið á því að þá var þarna mjög mikil og stöðug framleiðsla sem að hjálpaði byggðarlaginu og fyrirtækinu til þess að koma þessu öllu saman í gang á ný. Og svona upp frá því að það breytist mjög mannlífið á Fáskrúðsfirði. Það orðið stöðug vinna allt árið. Fólk þarf ekki lengur að vera hálft árið heima söður á Suðurnesjum í vinnu. Og bara bjartsýni í byggðarlaginu hún var alveg óskaplega mikil þá. Á árunum 1980 til 82 var mikið fiskeri og hraðfrystihúsið gat ekki tekið á móti nema hluta aflans og til að geta haldið skipunum gangandi var brugðið á það ráð að sigla með aflan út til Færeyja. Það má segja það að þessir Færeyjatúrar, að þetta var eins og blóðgjöf og ég hef það alveg eftir fyrir satt frá Gísla að þetta hafi raunverulega verið það sem sneri fjárhagsstöðu fyrirtækis við, þannig að það fór að rúlla ofan af snjóboltanum en ekki á hann. Í september 1988 hélt Ljósafellið til Gdynia í Póllandi til mikilla breytinga og lagfæringa. Skipið var lengt 6,6 metra, skipt var aðalvél og ný brú sett á skipið sem einni hæð hærri en sú gamla. Einnig var nýtt perustefni sett á og byrðingur hækkaður. Þessi breyting tókst alveg rosalega vel. 18. mars síðastliðinn kom til heimahafnar á Fáskrúðsfirði skuttogarinn Ljósafell úr ganggerri endurnýjun frá Póllandi. Þegar þoka grá, þekur fjörðin blá, ræðir austan átt. Albert, þetta er dálítið annað skip en það sem að fór út í júní síðastliðnum? Já, það er það. Og er reyndar ekki sama skipi bara. Hvernig reyndist það á heimleiðinni? Já, það reyndist vel. Næstu árin gekk útgerð togarana mjög vel en smám saman kom í ljós að vegna rýrnunar á kvóta þá voru aflaheimildir orðnar heldur litlar fyrir 2 togara. Árið 1996 var Hoffellið selt og bolfiskkvótinn færður yfir á Ljósafellið. Á þessum tíma var staðið í stórframkvæmdum við nýbyggingu á fiskimjölsverksmiðju og forsvarsmenn félagsins farnir að horfa til uppsjávarveiða. 1998 var svo keypt nótaskip sem fékk nafnið Hoffell og hefur því verið breytt mikið síðan.
Árið 2002 var lestum Ljósafells breytt fyrir fiskikör og gamla kassakerfið var aflagt. Eftir að sú breyting var gerð, tók rúmlega helmingi skemmri tíma að landa aflanum úr skipinu með mun minni mannskap. Það hljóta að vera komið á annað 100.000 tonn hérna á þessum gæja og þá er hinn gæjinn eftir sem þú búinn að landa. Já. Árið 2007 fór Ljósafell svo öðru sinni í stóra yfirhalningu og slipp til Póllands. Skipið var allt sandblásið og málað. Einu gilsaspili var bætt við og öll önnur spil tekinu ásamt nýjum pókaspilum og autotrolli. Skipt var allt á millidekki og sett upp nýtt aðgerðakerfi og krapakerfi. Eldhús, borðsalur og matvarageymslur voru endursmíðaðar. Nýtt loftræstikerfi var sett upp og lagnakerfi skipsins mikið endurnýjað. Nýjar olíuskilvendur, rafall, slökkvikerfi og stálviðgerðir voru einnig gerðar mjög víða. Ein mesta byltingin í þessum breytingum var að margra mati nýju tókspilin. Það segi ég að sé alveg dýrlegasta breyting sem er orðið á þessu skipi. Öllum þessum breytingum þá er það tókspilin sem er komið fram. Árið 2010 gaf þáverandi sjávarútvegsráðherra út leyfi til makrílveiða til annarra en sérhæfðra uppsjávarskipa. Sótt var leyfi fyrir Ljósafellið og í framhaldinu farið á veiðar í samstarfi við Háfellið. Í júlí 2010 landaði skipið mesta afla sem það hefur landað í einum túr, tæpum 220 tonnum, 200 tonnum af makríl og restin var norsk-íslensk síld og má segja að aflinn hafi verið úti allt skip. Árin 2011 og 2012 stundaði Ljósafell í litlum mæli veiðar á makríl í flottroll. Þetta er raun og veru allt annað landslag heldur en þegar ég byrjaði En núna er auðveldara að fiska. Núna túrarnir þegar ég byrjaði á tógarað, þetta var svona 9 dagar. Núna er þetta yfirleitt svona 3 dagar, 3-4 dagar. Og gaman að segja frá því að núna þegar Ljósafell er búið að vera hjá okkur í 40 ár, en ekkert skip hefur gert þess mikið fyrir þetta byggðarlag eins og Ljósafell. Á þessum 40 árum þá er Ljósafell búið að fiska 144.000 tonn og við reiknum það á núvirði, þá er það 27 milljarðar í aflaverðmæti. Í allri 40 ára sögu Ljósafells SU-70 hefur skipið ætíð verið gert út sem ísfisktogari á meðan mörgum sambærilegum skipum hefur verið lagt eða jafnvel breytt í frystiskip. Hugsunin hefur ætíð verið svo að veita atvinnu í bæjarfélaginu en samfélagsábyrgð hefur alltaf verið ofarlega á blaði hjá kaupfélaginu og loðnuvinnslunni á Fáskrúðsfirði. Meðan menn geta haldið þarna í samvinnufélagsformið að þá treysta menn leið mjög atvinnuna á staðnum og búsetu skilirinn á þessum góða stað. Skipverjar á Ljósafellinu eru orðnir æði margir á þessum 40 árum og má nærri geta að þeir skipti mörgum hundruðum sem þar hafa verið borð á þeim tíma. Aðeins 3 fastráðnir skipstjórar hafa verið á skipinu frá upphafi. Guðmundur Ísleifur Gíslason var skipstjóri frá 1973 til ársloka 1980. Frá 1981 til 1995 var Albert Stefánsson skipstjóri en síðan tók Ólafur Gunnarsson við og er hann enn með skipið í dag. Ég er þriðji skipstjóri á Ljósafellinu. Ég náði að vera með þeim báðum sem á undan mig komið. Það er svona langur tími á einu skipi. En að starfa hérna hjá þessu fyrirtæki, það svona lengi, það hefur verið alveg frábært. 1983 til 6 þá datt engum í huga þessi skip yrði í fullri notkun 2013.
Ég bara vona það og óska þess að menn haldi vel utan á þessa starfsemi, fari varlega svo að hún geti bara dugað sér lengst byggðarlaginu til heilla. Þetta var fróðlegur bútur raun og veru úr sögu Fáskrúðsfjarðar. Þetta raun samvinnufélag. Já, ég held að ef menn eru að ræðum veiðigjöld sem menn hafa nú gert undanfarin nokkur ár og menn eigi að borga helst hátt gjald afnot af auðlindinni, þá verður náttúrulega að segja það eins og þetta félag er uppbyggt. Kaupfélagið sem samvinnumenn hér á staðnum standa að á 82% í sjávarútvegsfyrirtækinu og að allur arður sem myndast í þessu félagi nýtist í samfélaginu og til frekari eflingar á sjávarútvegshlutanum. Þannig að þessi arður ekki að fara eitthvað annað og hann ekki að fara í ótengda starfsemi og svo framvegis sem menn sáu nú hér í kringu hrunið. Nú hefur verið talað og var reyndar fyrirvitan hérna, sérstaklega Suðurfirðirnir komnir í svolítið varnarstöð á tímabili, það fækkaði fólki og var svolítið álag. Síðan sameinast þetta í eitt sveitarfélag, Fjarðabyggð. Eru menn orðnir sameinaðir, er þetta orðið eitt sveitarfélag, þannig að menn snúi bökum saman og berjist? Það nú mín upplifun og þó ég sé nú tiltölulega nýkomin þá finnst mér það og auðvitað tekur þetta einhvern tíma. En já, mér finnst það og ég held að álversverkefnið allt saman sem að gera það verkum að sjávarútvegurinn geta hagrætt meira víða hérna á Austurlandi. Það gerir þetta að svona einni góðri heild. Menn vinna í álverinu alveg frá vantarlega Breiðdalsvík og norður á Seyðisfjörð. Það eflir þetta allt saman hér. Nú er hérna komið hjá ykkur myndalegt franskt þorp í uppbyggingu. Það verður hótel og veitingasala og safn og svo framvegis. Verður þetta ekki mikill segull fyrir byggðina? Ég held að það sé stórkostlegt fyrir byggðina. Og ég held að við eigum eftir að sjá það að það kemur vantarlega öðruvísi ferðafólk hér í tengslu við þetta heldur en áður hefur komið og skapar tækifæri fyrir einstaklinga að gera eitthvað skemmtilegt í kringu það. Stoppar kannski lengur? Já, maður vonar það. En fyrst og fremst er þetta bara flott hótel í sögulegu húsi og eins og segir safn, þetta á eftir að vera stórkostlegt heldur. Þið hjá Loðnavinnslunni eða Kaupfélagi Fáskrúðsfjarðar hafi líka verið duglegir að halda upp á ykkar gömlu minjar, ykkar gömlu hús og halda þeim í sparifötunum og segja. Já, það hefur verið unnið mjög myndalegt starf í því. Og það er Vatnishúsið og Tangahúsið sem er bæði afskaplega falleg hús og fleiri hús sem eins og Hótel Valhöll og svo framvegis. Þetta eru svona perlur fjarðanna, gömlu fallegu húsi. Þetta gerir það líka verkum að þetta verður voðalega falleg heild þarna út frá þar sem að Franski spítalinn er. Því að þessi húsi eru raunverulega mörg hver á sama svæði. En svona í lokin Friðrik, ertu bjartsýnn, búin að vera hér við stjórnvölinn í nokkra mánuði og þekkir starfið vel. Ertu bjartsýnn fyrir hönd Fáskrúðsfjarðar? Já, ég verð að vera það. Auðvitað þarf bara að halda skynsamlega á málum eins og við hefur verið haldið og fara raunverulega varlega og númer 1 er að við erum bara, eins og áður hefur komið fram hjá mér, við erum með mjög gott fólk í vinnu og þetta er gott samfélag og það er nú svona grunnurinn að byggja eitthvað á. Gaman að heyra það, að nóg að gera og menn bjartsýnir heilt yfir. Já, ég held það. Friðrik, ég segi bara gangi ykkur vel. Takk.